Þú ert að hlusta á 2 kalla. Hér eru þeir, Þorsteinn Vaff Einarsson og Haukur Bragason. Sælutsumul og til hamingju með daginn. Sömuleiðis. Þáttur 50 af 2 köllum. Afmælis þáttur. Þetta eru samtals 100 þættir. Ha? Já, þið verðum 2 sko. Já. Já, ég veit. Hvernig ertu? Ég held þessi bara fýtt sko. Já, Já, en þú sjálfur? bara ómögulegur. Akkurru? Bara brjála að gera. Brjála að gera. Jöfus luxus er það. Já. Nú þú ert sjálfstæð starfandi, þá er það ákveðin luxus. Já. Þetta er svona, það er törn í athöfnum sko. Búið að vera svolítið brjálað. Það er búið að vera svolítið brjálað. Verður svolítið brjálað. Ég er með 5 athöfnir helgina. Það er insane sko. Já. Ha? Með öllum þeim undirbúningi sem það krefst undanfarið, þá er þetta búið að vera pínu klikkað. Já. Er sumarið svona þinn tími eða? Já, fólk giftir sér frekar á sumrinu sko. Já. Yfirleitt sko. Já. Já. Og Ég svo gerði það er nú með útför í gær sem var mjög erfið og ég er bara svolítið svona ég er bara tussulegur, bara svolítið tættur. Já, er það leyndamál? Hvað var að gerast? Hvað er að gerast? Þessi útför, akkur var svona erfið? Já, maður sem dó sko. Já, það var dó maður. Já. Þú veist að Jæja. Þetta var lindamál. Þetta var þetta var mjög erfitt. Þetta var maðurinn sem að framdi sjálfsvíg í fangelsinu á Hólmsheiði eins og var í fréttum nýlega. Já. Það var svolítið þungatöfn. Já. Þú veist, mætir, hvernig er það? Er maður orðin alveg vinnalaus? Það mætir fólk? Pakkfullt. Það var pakkfullt. Einmitt. Alveg. Einmitt. Og sýnt í beinni Já. í fangelsinu á strákunum þar og bara þetta var alveg svaka pakki sko. Já. Og svo það maður að fara beint í að vera að geða þress og fyndin bara núna eftir rúma 2 klukkutíma að gifta fólk sko. Já. Þú ert nú að keyra orkuna þennan eins og. Já, þetta er basl sko. Áttu ykkur efni sem þú ekki nota það? Nei, ég er að nota þau öll en sko ég er hálfgert efni þannig að eftir þennan þátt þá verður þú orðin tilbúin í þetta Haukur. Já, ég fíla það. Ég sendi bara bestu kveður á þetta fólk sem er að gifta sig. Þetta eru vantar útlendingar, ekki? Í dag, jú. Og svo er hitt að blanda á morgun. Nú já, þú ert svona meira í útlendingunum? Já, líklega sko. Hvernig verður maður svona vinsæll hjá útlendingum? Eða ekki bara internetið og eitthvað. Já, ég veit það. Ykkur reels sem fólk sendir á milli og... Er þú að vinna með það? Nei, sem sagt það er svo oft sem eru sko náttúrulega alltaf ljósmyndarar og svo er stundum svona videograferar sko. Já, þar sést þú. Sem taka svona professional myndbönd og svo er verið að deila þeim bæði af þeim og hjónunum og þar kemur þú fyrir það? Já. Kemur þá Haukur Bragason? Nei, ekki endilega sko. Nei. Svona, svo hefur fólk upp á mér einhvern veginn og svo er ég líka að vinna fyrir ýmsar sko, eða með ýmsum svona hvað við kalla ferðaþjónustöðalum sem að eru að skipuleggja svona fyrir ferðamenn og til dæmis það eru til sérstakar sko bara svona wedding planner ferðaþjónustu batteri sko svo Pink Iceland og fleira. Einmitt. Já, herðu, það er náttúrulega afmælisþáttur, Haukur. Já, afmælið, 50 ára afmæli. Þannig að við ætlum að brjóta aðeins formið. Já.
og Afsakið. við ætlum að vera með svona, ekki að kalla það nýjan lið á eftir. Ég ætlum að vera með hnjálið. Hnjálið. Já, við erum með nýjan lið. Og við ætlum að vera með 2 hlustendur. Já, allavega það. Og Ef að tæma bókan. það er ekki óþarfið það. Jú, algjör. Þetta er nú alveg 10 miðar eða eitthvað þarna. Já, þetta er eitthvað aðeins. Já, nei, bara pæling. Já, bara pæling. En sko, þú átt svolítið dagsins, var þetta kannski það? Nei, ég glimti að vera með svolítið, sko. Já. Þetta var sann svolítið. Er þetta ekki bara svolítið? Já. Er ekki bara að fara í hlustanda og láta það rúlla bara? Jú, gera það bara. Það er komið að hlustanda dagsins. Herði, ég er enda með svolítið. Ég meina pælingu. Já, ok. Að taka hana? Það má. Ég verð að pæla í hennu. Já. Að því að nú er ég svo duglegu kallmaður og duglegu faðir að ég sæki barnið mitt á leikskólan. Já. Og þar er móðir sem gerir slíkt þið sama. Ok. Reglulega á svipuðum tíma og ég. Ok. Og þetta er svona síðferðislegt álitamál. Þetta er svona pínu svona Seinfeld hugmynd svona, vangavelta. Sem að, allavega, ég horfi ekki á Seinfeld en hérna hef aldrei gert. Þannig ég skil ekki reffa í Seinfeld. Nei, en sko hún hérna er með barnalegskólanum sem hún er að sækja. Og hún hérna hún sko hún leggur alltaf í stæði fyrir hreyfihamlaða. Já. En hún er ekki hreyfihömluð. Ok. Og strákurinn sem hún er að sækja er ekki hreyfihamlaður. En er hún með bláan miða? En hún er með bláan miða. Já. Af því að ég held að annað barn sem hún á er hreyfihamlað. Ok. Þessin er hún með bláan miða. Þú heldur? Ég held ekki, ég veit það. Þetta er þannig bíll sem er svona útbúin fyrir hjólastól sko. Okay. Í aftursæti. Og hérna ég verið að velta fyrir mér sko, hvað finnst þér um þetta? Af því að það barn er aldrei með á þessum tíma. Er þetta síðlaust en löglegt? Eða er þetta bara eðlilegt? Ég myndi nú bara... Er þetta vítavert? Ég myndi segja að þetta væri bara eðlilegt sko. Aha, akkur? Já. Nei, minna þetta er vantilega stór bíll eins og lýsir og það er meira pláss og svona. Þannig að kem einhver sem þyrfti alvörun á bílastæðinu að halda. Það var bara þyrfti við komum að bíða eins. Ég meina, hvað gerist ef að það er einhver að nota stæðið og það kemur annar? Það þarf ekkert að nota stæðið. Ég er ekkert... Já, ég meina... Hún bara hoppar úr bílnum og ekkert vandamál. Já, en kannski bara... Styrsta leið. Já. Af því hún er í besta stæðinu. Já, akkurat. Það er svona, kannski bara þarf hún að vera fljót, skilur af því að bara... Hún er þetta mjög lengi. Að hún bara situr og er bara svolítið að dóla sér og... þú það fylgist bara með þessu, þú er búin að gera úttekt af þessu. Ég er bara mjög óanægð með þetta. Finnst þetta síðlust? Ég mæli með ykkur og ég er mjög spenntur að heyra að þú spyrjir þessa konu að þessu sama. Já. Finnst þér þetta í lagi? Já. Að spyrja hana því? Já. Eða er þetta síðlust? Já. Ég meina, hvað veist þú að hún sé kannski bara lusta? Já, hvað veit maður? Djöfull væri það geðveikt ef hún væri að lusta. Já. Þá ætlum ég bara að hvetja þig af því að hún veit alveg hver hún er og ef hún veit hver þú ert þá þekkir hún sig, skilur. Það er heimsvílegt. Hún veit hver hún er ef hún veit hver þú ert. Já. Og hérna, þetta átti samt ekki að vera það, sko, en hérna, þannig að ég bara vona að hún tali við þig næst. Þetta er búin að sitja svolítið í mér, sko. Pæla svolítið í svo kvöldin hér að reyna að sopna. Svona velta fyrir mér. Æ, shit. Myndi maður gera þetta sjálfur, sko? Já. Vist, ef ég ætti hérna eitthvað, segjum að stelpa minn sem 17 væri hérna myndi nota hjólastól sko.
og ég væri bara að sækja stráki minn hún var ekkit þú veist, ég held að ég myndi hugsa mig tvisvar og þannig ég færi bara myndi bara smetla mér í fallarastæðið og hoppa inn og ná í strákin þó ég sem með hann miða, skilur Já, það er bara pæling Já, þetta er pæling, sko Hlustandi? Já, Við erum búin að spila intro, við erum ekki að spila intro aftur Það er komið að hlustanda dagsins. Því, hvað erum við að tala núna? Við setjum tíman af stað Setjum hann af stað núna Já, við þurfum að halda vel á spöðunum, sko Þetta er nefnilega, þú ert ekki að fara að segja neitt Það stendur, verkefni fyrir Hauk Útskýra fyrir Þorsteini hvað þriðja vaktin er Þorsteinn má ekki segja neitt á meðan Takk Bara takk kærlega fyrir þetta Hversu var Engin Ég skrifa ekkert undir Flott Sorry, kannski var þetta einhver sem vildi nafni sitt með en ég veit ekki hver það er Örugglega bara einhver kona Sko Útskýrur nú fyrir mér þriðju vaktin og ég má ekkert segja Ég skal nú segja þér það, Þorsteinn Þriðja vaktin er hugtak sem að í rauninni við þurfum að byrja á til þess að tala um þriðju vaktina þá þurfum að byrja að tala um fyrstu vaktina og aðra vaktina af því annars meikar þetta eiginlega alveg sens en allt þetta snýst í rauninni hlutverk sem að þú hefur í lífinu fyrsta vaktin er vaktin í vinnunni Þú ert að láta eitthvað borga þér fyrir að eyða 1/3 af æviðinni í að gera eitthvað fyrir hann. Önnur vaktin er síðan allt sem að tengist ekki vinnunniðinni en er svona, þú veist, eitthvað svona sem þú þarft að gera. Og við erum að tala um bara, þú veist, að þarf að fara og út í búð að kaupa matinn. Og bara, þú veist, setja hlutina í köruna og fara með og raða þeim upp og bla bla bla. Þetta er önnur vaktin. En þriðja vaktin er svona kannski þessi ósýnilega vakt, allavega fyrir köllum. Það er hvað í andskotanum átti að kaupa í þessari búðaferð? Hver er það sem að setur það saman? Hver er það sem að fattar, við ætlum að hafa pizzakvöld á föstudaginn og það er ekki til neitt þetta. Hver er það sem að veit hvað er í gangi í ískapnum og svona skipulegur fram í tíman þetta er svona bara eitt dæmi af mörgum svona þessa, sem við getum kallað hugrænu byrði sem að fylgir þessu að reka fjölskyldu og heimili og þetta getur tengst kannski fyrst og fremst heimilisverkum og börnum og köllum sem búa heimilinu þetta er langa 5 mínútur þriðja vaktin er samkvæmt rannsóknum og viðtölum og þá er þriðja vaktin yfirleitt á herðum kvenna í langstærstu formi það eru konur sem að sjá allt þetta og 2 mínútur eftir þá getum við fyrir að tala um aðra hliðar á þriðjavaktinni eins og til dæmis svona tilfinningalegu hliðina það er hluti af þriðjavaktinni að pæla í hvernig fólki líður það er hluti af þriðjavaktinni að fatta að það þarf að hringja í ömmu eða fatta að það þarf að ekkert bara fatta, vera meðvitaður það eða meðvituð það að annast veikan fjölskyldumeðlim úr stórfjölskyldunni að þú veist hlusta á eitthvað sem manni finnst leiðilegt sem að mamma þarf að segja manni og maður sýnir áhuga og maður svona virkjar tengsl og viðheldur tengslum og þetta allt og kallar eru meira í því bara að þeir eru svo bóngóðir bara kíki, ekki segja neitt kallar eru meira bara í því að kíki síman og bara tjekka eins á stöðunni í enska byggarnum eða hvað sem þetta heitir og það allt
konur svona yfir að heila þær fá ekki þennan frítíma sem kallar leyfa sér og það er út af því að þær eru á vaktinni nú er ég að alhafa og nú erum við að tala bara um þessi típisku karl-kona sambönd en þetta er svona þetta er mynstrið þetta er pattern 20 sekundur já. Ég verð að bæta einu við já. Til að eyðileggja þetta? Nei, okay. Bara, þú veist, þú ert búin að skilgreina þetta ég mátti ekki skilgreina, ég átti ekki að segja neitt því en þetta tengist nefnilega, getur tengst líka vinnustöðan já, þriðavaktin á vinnustanum já, og önnur já, einmitt já, ólaunað ok, hvað fæði einhvern? Þetta var bara, ég meina, það mætti halda að þú hefði bara komið að þessari bók þannig þriðavaktina já, bara freka vel gert sko ok já, bara flott takk fyrir að bara lega mér ekki að segja neitt miklu betri þáttir svona en nú er komið hins vegar að mér því að ég, er það ekki annars? Er ég ekki með eitthvað? Það er eitthvað dagsins og er ég ekki með það? Jú, með það Erum við ekki bara að hoppa á milli dagskráliðarana? Þú planar hann þátt Let's go Þú hérna átt skipulaði á þessu Jú Má ég? Já Það er komið að hlustanda dagsins. Nei, það er ekkert komið að hlustanda dagsins. Þú eittir að HL, það því hlustanda. Já, ég var bara að hugsa annað. Já, það er komið að einhverju dagsins. Eitthvað dagsins. Já, einmitt. Takk. Gjör svo vel. Ég ætla að bjóða þér í dag, Haukur, upp á íslenska meðalkallmannin. Íslenska meðalkallmannin? Já, takk fyrir það. Ég var semst að, mér langaði eitthvað svona take, eitthvað svona kalla því að við erum alltaf 2 kallar, afmælisþáttur að við hæfi að skoða og gefa köllum smá athygli. Engun? Nei, bara athygli. 0. Tölum bara aðeins ok. Ég eru kalla mikið drasl. Ómögulegt. Þú veist að ég lendi í bölvuðu vesinni af því að ég sagði mitt eins og þú í einhverjum svona góðu gríni, góðu glensi að kallar væri nú, þú veist ég vil ekki endurtaka þetta, geti bara farið aftur á flug sko eitthvað gerpi, eitthvað slis, sagði ég þetta og ég bara vissi það ekki en gerfigreindin ákvaða að það væri cool að setja þetta á TikTok og þú treysti því bara? Já Var það í okkar þetta? Já, okay. Fór það í hvað þessin? Já Ég forðast TikTok er svona eiginlega eins og ég get sko. Og ekkit, þú veist, við erum ekkit að ég er ekki bara að tala um internetvesen ég er að tala um skólameistari kallaði hann á fund. Hæ? Já. Út af einhverju sem þú sagðir í þættinum okkar? Já. Nú býttu. Var ekki búin að segja það? Vá, ég glemdi því þá. Já, hvað? Jú. Ég er alltaf búin að gleyma þessu. Já. Af því kall. Ég sem sagt heyri af því sé það öllu heldur held ég á TikTok eða einhvers staðar að pælingagæin okkar er búin að taka þetta út og það sem ég er að tala um eitthvað kalla og þeir séu nú eitthvað gerpi Var hann að tala um þetta í sínu þætti? Já, spilaði klippuna Þú leist mig heldur ekki út af því? Nei, ok Spilaði þessa klippu og bara svo eitthvað randan ég hlustaði nú ekki á það reyndar Var ég eini? Nei, ég var að randa eitthvað Var hann ekki að tala um mig? Nei Ég vildi hann væri að tala um mig Hann var að drulla eitthvað yfir það sem ég var að segja og fannst ég náttúrulega bara að vera að hata kalla og eitthvað svona allavega, og vinnur hans, Frosti Lóðarsson hann pikkar þetta upp á fjölmiðlunum sínum og gerir úr þessu frétt og blaðamaður sem hann er að fá styrki úr ríkissjóði fyrir að halda úti Já, en allavega, hann ég held að hann sé nú reyndar ekki að gera þetta og hann blaðamaður nútímans hringir í skólameistara Blaðamaður nútímans? Já Frosti Lóðarsson eða hinn? Einhver annar gaur Eru bara 2? Ok, þá hinn gaurinn Atli hana Já, ég veit ekki hvað hann heitir Atli Tabló blaðamaður hana Ok, allavega og bara hringir og spyr yfirmanni minn hvort að þessi orð mín endurspegli ég man ekki hvað hann sagði samræmi stefnu skólans í eitthvað jafnréttismálum eða eitthvað svona og hún bara hefur vitaði að segja ég ætla nú bara ekkert að tjá mig um þetta og eitthvað svona en náttúrulega eðlilega fyrir manneski sem kannski er almennt ekki milli talan á fólki og er almennt ekki að fá blaðamenn
þú veist, til sín sem hún hefur fengið óþægilega oft eftir ég byrjaði að vinna það þetta náttúrulega galið sko. Þú ert mikið hot potatoes. Já, ég það sko. Herðu, allavegana svo kemur frétt á nútímanum sem að fór nú bara á nútíman þessi orð mín og neðstendur skólameistari menntaskóli Skópavogi vildi ekki tjá sig hvort að eitthvað flei og og þetta fór rosalega illa í hana að því að, þú veist, já, það var svona sett eitthvað orð í munn hennar og hún sögð það var neita eða játa eða einhverju sem hún gerði ekki allavega hún, eitthvað, heyrðu, það er svo góð að talaði mig og við varum eitthvað að ræða þetta og ég sagði bara, heyrðu, wow, bara chill, eitthvað, þetta er bara kjaftaði og þetta er nú bara einhver afbökun og bleið þannig að ég þarf að finna þetta sko, já, allavega hana maður þarf að passa sig þegar maður er háður því að hafa vinnukstar hvað maður segir já með dætti að googla nútíminn Þorsteinn Vaff, það var ekki góða mynd nei hérna eru 90 greinar sko. já, herðu, þannig að hlusta á mig núna nú er ég að tala ég er ekki að 21 nei, þú voru að hlusta á mig, ég er að tala íslenska meðal karlmannin eitthvað dagsinn já, takk herðu, íslenski meðal karlmaðurinn, þá erum við að tala sem sagt, ég skoðaði Hagstofuna og rannsóknir og rifjaði upp líka bara svona þar sem að ég hef verið að skoða rannsóknum og setti bara, hér er bara íslenski meðal karlmaðurinn þannig að þetta er annarkvort algengi eða einhver minnstur og þemu eða meðaltal ok, ertu með mér? Herru, hann er fertugur íslenski meðal karlmaðurinn er fertugur og hann er í sambúð það konur endur ekki framkvæmt að það væri með konu en ég reikna með að meðal karlmaðurinn sé í sambúð með konu og hann á 2 börn íslenski meðal karlmaðurinn ég veit ekki hvort það sé með sömu konunni það er nefnilega helvitið algengt að þú veist já, allavega, hann býr á höfuðborgarsvæðinu í eigin húsnæði með húsnæðislán hann er íslenski meðal karlmaðurinn í fullu starfi og hann á Tesla ég veit ekki eftir iðnnám eða beint eftir framhaldsskóla hann er með 990.000 krónur í heildarlaun íslenski meðal karlmaðurinn hann hinn íslenski meðal karlmaður telur jafnrétti vera náð en hann segist samt styðja jafnan lagalegan rétt kalla og kvenna og er svona meira upptekinn af jafnan lagalegan rétt? Já, svona á þeim grunni íslenski meðal karlmaðurinn hann tekur fæðingarorlofið sitt en er samt pínu óöruggur með sjálfan sig og svona breyttar kröfu til karlmennskunar en hvernig deilir hann sameiginlega hlutanum af fæðingarorlofinu? Hann gefur konunni sinni það hinn íslenski meðal karlmaður hann tekur semast sitt fæðingarorlof sem er eyrnamerkt honum og þess vegna af því að verður að gera já og þess vegna teljum við almennt sem erum hlynt jafnrétti svona í alvörinni að það sé mikilvægt að þetta sé lagalega jafnt allavega, hann hengir sjálfsmynd sína á dugnað og starfið sitt og því að geta séð fyrir fjölskyldunni sinni þannig að hann er svona fjölskyldumæður það er svolítið hans skaffarinn hann metur sig við frekar góða heilsu en segir samt einhver frá ef hann upplifir kvíða á vanlíðan sem hann er ofta að glíma við sko hinn íslenski meðal karlmaður að því að meðal karlmaðurinn íslenski meðal karlmaðurinn á fáa nána vini sem hann hittir nánast í aldrei en á fleiri kunningja og þeir eru yfirleitt úr vinnunans já, þeir eru yfirleitt svona kunningjar úr vinnunni sem að vinna með honum hann hefur áhugamálin hjá hennum íslenska meðal karlmanni er að horfa á íþróttir veiða göngur og útivist og hann vill ferðast innanlands hinn íslenski meðal karlmaður hann ferðast innanlands? I call bullshit á það já, þetta er bara algengið bólurinn skilur hann vill alltaf vera að fara í helgarferð greinilega ekki hinn íslenski meðal karlmaður herðu, hinn íslenski meðal karlmaður má búast við því að verða 81 árs gamall þannig að ef að þú ert íslensku meðal karlmaður þá áttu ansi mörg ára eftir hver dagur í gjöf
Já. En sko í kringu þann aldur sem sagt, hinn íslenski meðalkallmaður deyr 81 árs úr hjarta- og æðasjúkdómi. Verði hann hins vegar fyrir skyndilegu andláti, þá er það mjög líklega vegna sjálfsvígs eða slyss. Þetta var nú sagan af hinum íslenska meðalkallmanni. Og hinn íslenski meðalkallmaður, hann notar gervigreind mjög mikið. Það kom ekki fram. Nei, ok. Og því skal til haga haldið að þetta var ekki unnið einungis með gervigreind. Nei, en það er að verða samt sko, held ég svona mest í svona meðalkallmaðurinn í heiminum sko. Það er gæinn sem að ég spurði ChatGPT og bla 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 bla. Já, en það er náttúrulega bara komið í staðin fyrir Google, skilur. Við erum bara komið aðeins betra Google. Verra Google, alveg 100%. Já. Google er ónýtt. Já. Google, manstu hvað Google var gott fyrir, 8 árum? Já, en sko ég nota til dæmis miklu frekar Claude eða Chat eða eitthvað til þess að googla hluti. Þá ertu bara að fá hellinga vitleysum upplýsingum. Já, en þú auðvitað tjekkar á því, skilur, þú skoðar, þú biður um heimildir. Nú, hvernig? Með Google? Nei. Hvernig tjekkar á því? Bara smelli á linkana sem koma. Þú greinlega ert ekki að nota þetta. Þetta nefnilega hefur þróast og þetta kom fyrst, sko, fyrir 1 ári eða eitthvað. Já, 1 ári, meira það. Ég veit ýmislegt um gervigreind, Þorsteinn. Og það eru misjafnar. Já. Líka, svo heldur því til að. Sko, ég held að besta er að sko spyrja gervigreindina nógu mikið um hluti sem að þú veist mjög mikið um. Þá sérðu að hún er hálfviti. Ég reyndar ekki sammálaði. Auðvitað getur hún unnið verkefni sem að sko maður myndi taka mikinn tíma í sko. Já. Og það er þannig sem við höfum að vera að nota hana, en við hefum kannski ekki að vera að drekja plánutinu okkar endanlega til þess að búa til fyndnar myndir og nota þetta í staðin fyrir Google. Nei. Og bara er svona hressa. Þú getur farið með þetta gammamál hérna í þessari aðtöfn og þetta. Ég held að þetta verði eitt af stóru umræðefnunum eftir 10 ár. Það er bara hvað erum við búin að vera að gera síðustu 15 ár varðandi umhverfi vegna gervigreindar. Já, ég veit ekki um það en þú veist. Þetta var bara síðast í fréttunum bara í gæri eða fyrradag. Þá er hérna mann nú ekki nákvæmlega hvað það var en þá hvað stofnun það var en þá snerist þetta bara að þú veist ætlar Evrópa að velja að framfylgja loftslags viðmiðum sínum eða reyna að vera með í gervigreindar kapphlaupinu af því að þú getur valið annarkvort, ekki bæði. En sko, er það sem er að drepa jörðina að einstaklingar séu að nota gervigreindina? Skilur, ef við bara byrjum þetta sama við hvernig fyrirtæki er að nýta gervigreind og hvernig er verið að graf eftir bitcoin og einhverju, skilur við við erum að nota orku hellinga af einhverju rugli en þetta er alveg stór þáttur í því sko. og ég held að sko ég held að hafi verið mikil mistök að hleypa fólki bara lausu í þetta. Ef maður verið að nota þetta eitthvað gaglegt þetta á að vera reguleita, það vantar öll lög og reglugerðir gervigreind. Við erum komum langt á undan því. Það tekur tíma hitt hefur bara fengið að svona bara slett úr klaufunum sko. Og þú veist sko, bara búa til eina mynd í gervigreind. Það er að tala bara, þú veist búið til fyrir mig fyndna mynd af frænda mínum. Mynd af frænda mínum. Það krefst sko meiri raforku heldur en að hlaða símaðinn frá 0 upp 100%. Bara búið til þessu einu mynd. Þannig að þú veist, rafmagnið sem fer í þetta og þar lendi vatnið sem að þarf í þetta og alltaf þessa kælingu og gagnaver og þetta. Þetta er sturlað. Sko. Af því að, þú veist, nú er ég látið gervigreind búið til myndir. Ég reyndar komst að það er umlegt. En þannig ég er almennt ekki því. En sko, af því að nú tæmist sími minn ekkert af því. Hver er að borga þetta rafmagn? Hvar er þetta rafmagn? Í gagnaverinu sem að vistar þetta allt saman og vinnur þetta fyrir þig sko. Já, það er útlöndum bara. Já, meðal annars í Íslandi. Nú? Já. Þannig að gagnaverið er bara að græða þetta. Já. Fullt af einhverjum myndum, einhverjum fyndum frendum
út allan heim. Hvað heldur þessi margir að gera einhverja fyndna mynd af vini sínum bara til að senda 3 vini sínum það bara á þessari mínútu í heiminum. Þetta sturlun sko. En allavega hinn íslenski meðalkarlsmaður hann það kom ekkert fram í gervigrindan notkun hans af því að það kannski bara ekkert komið inn í hagstofu mælingarnar sko. En var eitthvað hérna sem að svona ferðast innanlands situr í mér sko. En 81 árs fast mér svolítið meira en ég er eitthvað en þú veist að því að maður alltaf tölur sko. Ég er alltaf með ég er greinlega með sko svo eldgamlar tölur í hausnum að þá var alltaf talað mann ég að sko þú veist, þetta er örugglega bara því ég var unglingur sko. Þá var alltaf talað að sko meðalaldur kvenna er 81 árs. Já, það er 83 núna. Okay. Og þá minnir mig að kallinn hafi verið í 77, 78. Já, mér ámar reyndar í þetta líka. En við erum að eldast. Við erum að, já, bara læknavísindin sko. Já. Getur haldið okkur alveg gjörsamlega ómögulegum og handónitum tikkandi aðeins lengur örfáum árum lengur já nema herru, ég ætla að fara í njálið það er njálliðurinn og ég gerði svona remix ef að byrja á sko örliðu dagsins heitir lof og last dagsins ég er með lof ég er að sjálfsögðu með lastið og þú með last ef ekki að taka það last á ef save the last for last og byrja að lofa það byrjum að lofa eitthvað ég sko lof dagsins fær ég nei oh my god hann ég ætla að spila hérna smá hljóðupptöku nei, þú ert að tróða þessu þarna inn við fengum hérna það er ekki í lagi með ykkur ég var að vona myndir ekki gera þetta fengum hérna frábær skilabúð frá hlustanda ég er farinn vegna einhvers dagsins í seinasta þætti og það er alltaf gaman að heyra svona frá þetta er kallalegt sko frá félögum okkar. Ég senda þetta bara inn að því að ég veit að það er allir einhvern veginn bara að halda niður sér andanum fyrir minni gagnrýni einhvern veginn á þáttinn en ég er nú reynda bara hálfnuð en er svona komin á lokin á lúpinu umræðinni og ég verði að segja bara mér finnst það mjög áhugavert fyrir eitthvað svona leikmann eins og mig sem að hefur ekki nokkuð áhuga að vita á eitthvað svona skórækt eða bara rækt yfir höfuð hvorki gróður né gimminu þá finnst þetta mjög áhugavert sérstaklega þess að ég bý í eitthvað svona lúpínu stórveldi í þar sem ég bý það er lúpína bara hvert sem augað eigir einhvern veginn bara í allar áttir og bara ég vil þakka kærlega fyrir þetta og þú veist, mér finnst það líka bara ágætt svona einhvern veginn víti til varnaðar að því dóttir mín er mikið að rífa upp lúpínu og bara fara með hana út allar koppagrundir þannig ég kannski get farið einhvern veginn að banna það núna og segja henni frá því að þetta sé ólöglegt að vera að bera þetta borgina borg og bí takk fyrir mig bara já, svona nefnilega virkar þetta sko fólk fræðist og það er ánægt og það fræðir aðra ég ætla samt að nefna það að hún var líka mjög ánægð með Lindár Dragár inputið mitt sko erum við ekki bara að fara að breyta tveimur köllum í náttúrufræði þáttinn tveir kallar nei náttúrufræði dagsins í hvernig þetta er það eitthvað? Já, náttúrufræði hotnið sko en þú náttúrulega myndir taka það því að ég hef búin að tæma minn viskubrunn. Bara Lindár Dragár? Já, eina sem mann og líffræði. Okay. Held ég. Herðu, last dagsins. Já, hvað er með það? Fær þú? Nei, tjók. Séu góður. Herðu, ég er bara með alvöru last. Já. Ég er að reyna að finna það einna samt. Ég hef búin að skrifa það sko. Já. En það er eins og ég hafi hérna eitt í. Viltu ekki bara spyrja gerfugrindina eitthvað? Já,
Einmitt, last dagsins. Herðu, hérna það að ég hugsaði náttúrulega bara ok, ég þarf að drulla yfir eitthvað. Já, það er nú erfitt fyrir þig. Og ég ósáttur með eitthvað og ég hugsaði svona já, einmitt, það eitt sem pirrar mig bara mjög reglulega og ég verð bara alveg brjálaður og það metnaðarleysi bakarja í Reykjavík að hafa eitthvað vegan? Já, bakkelsi, vegan bakkelsi. Brauð eru bara óvart vegan yfirleitt nema að sé verið að bæta einhverju shit í það sem man þarf ekki. Þannig að almennt eru brauð vegan og hérna Þið langar í kleinurring? Já, til dæmis. Eða bara vínabrauð. Bara eitthvað svona geðveikt basic stuff. Og ástæðan fyrir ég segi þetta að það eru hérna til dæmis bakari í Grindavík. Hérastupur bakari heitir það. Með endalaust af vegan bakkelsi, kleinurringjum, vínabrauðum og alltaf að búa til eitthvað. Við erum að tala um í Grindavík. Já, við erum að tala um bakari fyrir að fyrsta sem lifði af COVID og bakari sem að lifði af jarðhræringar og eldgos. Þú veist bara, það bakari á fullu að framleiða vegan stöf og nýfarið að senda loksins í Hagkaup og hérna Hvað það að kosta? Já, það kemur 2 ári í viku. Ég vil fá þetta bara oftar. Nei, ég að tala um aðgengi bara að þessu, af því að það ekki bara vegan. Þetta líka auðvitað í fólk með mjólkuróþol og alls konar aðri hópar. En samt bakari eitthvað verri í þessu en bara veitingastæðir og... Já, því að veitingastæðir eru almennt í dag. Þú getur næstu farin á hvaða veitingastæð sem sérstaklega í Reykjavík. Já, reyndar út á landi líka. Þá alltaf búið að, þú veist, það búið að hanna þannig að það eitthvað meir en bara salatblað, tómatar, þú veist, í matinn. Nema í Grindavík. Ég veit reyndar ekki með... Þar eru bara allir í bakarinu. Já. Nei, en ég bara, að því við erum með bakarameistaran, við erum með hérna Mosels bakari, við erum með hérna... Bakarameistaran, samt, come on, maður. Nei, ég að tala um bara stærstu bakarin sem eru hérna út allt. Við cancelum bakarameistaran, þú veist það. Já, ég veit alveg líka af hverju. Já. En hérna, og ég ekki drifin af einhverju svona fjölda keðjum, þú veist, ég myndi fara almennt myndi ég bara... Þú vilt fara í hérast upp í bænum. Já, ég myndi náttúrulega elska það, en ég líka, ég fór til Akureyrar fyrir reyndar nokkrum árum, og þar Ferðast innanlands. Já, meðal kallnaðurinn, Þar voru þá, ég held að það hafi verið 3 bakari á Akureyri. Já, Kristjáns. Og 2 af þeim voru með bara eitthvað nýtt vegan, vínabrauð og sérbangað og ég bara eitthvað, what? Og þetta ekki þengi Reykjavík? Nei, og ég hef sendt post að sjálfsögðu, af því ég bara þannig. Já. Á Ester? Líka. Ég sendi á bakarameistaran og Mosels bakari og eitthvað, og svarið var bara eitthvað, já, það eitthvað, þú veist, bara ekkert svar, skilur og ég reyndi á líka brjálaður út í Góu tímabili og ég ætlaði að minna að hérna Góu nammi? Já, af því að Góa til dæmis með hérna dökkt súkkulaði sem að ekki mjólk í en þeir bæta undanrennudufti og mjólkurdufti í dökka súkkulaði? Já, í, þú veist, hraunið og í eitthvað svona stöf. Þetta í alvörunni svona mikið mál að breyta þessu. Þeir eru með Góa með súkkulaðarúsinu sem eru vegan dökkar súkkulaðarúsinur bara ekki hraunið og ekki, þú veist, ég veit ekki hvað meira þarna. Það þetta sem að pirra mig og að þetta metnaðarleysi, þetta áhugaleysi og þetta skeytingaleysi og þetta bara lélegt. Þetta bara lélegt í alvörinni. Já. Þetta var mjög gott. Þetta var samt ekki gott og hrósið sem við fengum fyrir lúpínuði bræðin okkar. Og að vera fræða. Nei, við erum nú eftir að fá endurgjóða þetta, en ég ætla líka að segja eitt sem ég skrifaði hérna, því að ég náttúrulega gleymi öllu að það náttúrulega algjörlega hilarious að hérna, það kom tímabil sem að bakari fór að merkja snúðana sína vegan að því að snúðar eru almennt vegan að þetta bara brauð og svo einhver glassur sem bara eitthvað, þú veist, hveiti og sykur og kakó það ekkert svona glassúr yfirleitt vegan? Já, ok. Já, svona almennt. Það ekkert eitthvað nema reynda frá Kötlu fyrir jólin. Hestahófa lím í því eins og... Já, gelatín eitthvað. Nei, en nema í drastlunum frá Kötlu sem að kemur jólin þegar ætlum að skreyta pipakökurnar. Það ekki vegan? Nei. Það eitthvað fucking drasl í því. Ok.
Herðu, en þegar að bakarinn fór að merkja snúðana sína vegan, Já. þá hætti fólk að kaupa snúðana. Já, kallar. Af því að held að væri verra á Já, bara hvað, búið að gera þetta vegan? Bara snúðar hafa alltaf verið vegan. Já. Þannig að þá hættu bakarinn að merkja snúðana sína vegan. En þú veist, mér er alveg sama, það þarf ekki að merkja hlutina vegan, ég veit hvað er vegan. Og vegan fólk veit það almennt. En það bara þarf að vera það. Þetta var svona eins og þegar MSG hræðslu tímabilið var sko. Já. Þá voru sumar vörur að segja sko, setja á pakkan bara án MSG. Já, það er ennþá í dag. Aldrei verið MSG í þessu sko. Já, meinar. En það er ennþá í dag. Já. Það er bara fullt af kryddum. Já, þú veist, þetta var bara á, hvort það var ekki bara seriós eða eitthvað. Bara, ekkert MSG. Bara ok. Það er nú auðvelt að lauma því í samt sko. Smátið því. Aðeins að bústa þetta sko. Við tölum ekkert um MSG, var það ekki? Jú, ég var með heilan þátt um það. Eitthvað dagsins, við það. Það var eitthvað dagsins. Já. Hérna... Erum við að fara í kemur í ljósdagsins eða... Já. Viltu byrja á hinu? Nei. Okay. Hérna, kemur ljós. Já, hvað ætla að segja? Veitu hvað, við erum ekki með sleða fyrir það? Við vorum að nota bara trúnarljóðið sko. Alveg. Já. Heyrðu, það er komið að intervention dagsins. Nú eru þú, Þorsteinn Már Feinarsson, tekin á teppið. Byrju, fyrst er þakka niður í mér. Já. Svo hrósar sjálfum þér. Já. Og svo ætlar að taka mig eitthvað intervention. Já. Við erum hérna samankomin. Þetta er ammælisþáttur. Við erum samankomin hérna 3. Ætlar þú bara að vera leiðilegur? Og við ætlum að tala alvarlega við þig. Jesús. Ég er nefnilega búin að vera með... Ég er búin að vera með svona smá tilraun í gangi. Ég veit hvað þetta er. Ok, hvað er með það? Þú ert að fara tala eitthvað um Instagramið okkar. Já, og vídeóin sem okkur er sendt og ég horf ekki á. Já. Veitu hvað, akkur veistu þetta? Af því að ég sá, akkur er ennþá óleysi skilabóð hérna frá Huldu fyrir 2 dögum. 2 dögum? Já. 2 vikum? Nú var það 2 vikur. Já, þetta var sko mánudagur, þriðjudagur í þar seinustu viku. Ég sá... Nei, í seinustu viku segi. Ég sá 2 eitthvað og bara, akkur er þetta ennþá... Allavega eitthvað eldgamall. Og ég teki eftir því að sko, nú fáum við mikið að skilabóðum. Og þú opnar ekki skilabóð frá konunniðinni. Af því að það stendur bla 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 sent a reel og þá hugsað þú bara þetta er myndband, nenni ekki að horfa á það. Já, þetta er til haugs. Já, við erum að fara að tala um þetta og ég er búin að fá nokkra aðila til þess að segja nokkur orð og við byrjum hér. Ég gerir tilraun, opnar aldrei myndskilabóð, sérstaklega ekki við komum frá Huldu. Samt duglegur að fara inn í umræður og opna skilabóð fljótt og blanda sér stundum í samtöl sem ég er í en það er ekki vandamálið að þú sett ekki að skoða nógu mikið sko. En þekktur fyrir að horfa almennt ekki á myndbönd sem honum eru send. Hver er þetta? Þeir vil ekki náttúrulega nafnsins getið en já, næsti sem við förum hérna í er sko ég vil ekki láta nafnans getið en já, röddin hans hefur heyrst í þessum þætti til dæmis í byrjun og hann býr á Tenerife. Sko hann segir að það skiptir sko máli hver sendir og nú er hann að tala bara út frá sjálfur sér. Hann segir sko ég nenni ekkit alltaf að horfa á myndbönd sem einhverju vini mínu senda mér. Segir hann? Já. En ég geri það samt. Okay. En finnst ég kannski nenni ég verð pínu pirraður þegar að einn vinur minn sendir mér stundum við erum með svona hópspjall 5 kallar hann sendir stundum sko eitthvað svona bara sem er 8 mínútur eða eitthvað ég þarf bara að setjast niður og bara, ég þarf að fara að gera svolítið til þess að ná ykkur 8 mínútum ennbæti. En ríl er bara pínlítið, þannig að allt annað. Nei, menn það gæti verið 3 mínútur. Já, er það samt? Já, ég meina, ég hef ekki 1,5, 2, 3 mínútur bara hér og nú þegar ég fæ skilabóð. Nei, en þú hefur það eitthvað tíma setna.
Já, þá bara gleymi ég því. Já. Allavega, en hann tekur fram að ef að konan hans sendir honum þá horfir hann alltaf á það. Honum dettur ekki annað í hug af því að það gæti verið að hún sé að eiga samtal með myndbandsforminu eitthvað sem er kannski beint að honum, hegðun hans sem kalli og hann sagði reynda sem úrkynjuðum kalli en ég ætla nú að hlífa honum við því þannig að það skipti máli hver sendir og bara, ég er sammála honum Gísla þarna, ég myndi alltaf horfa myndband sem kona mín sendir mér annað er bara, kemur ekki til grein. Ég ætla að segja þetta hérna, kona mín vídeoin sem að fara í þetta hópspjall okkar þarna, Tenerife búa það er yfirleitt vídeo sem að hún hefur sendt á mig. Já, eru þið með hópspjall sem sagt? Já, og svo er ég og kona mín líka stundum að spjalla og þá stundum sendur hún mér eitthvað og hún veit að ég nenni ekki að horfa á eitthvað nema að það sé eitthvað actually gott stöf, eða skilur. Já, en þú horfir samt ekkert endilega á það? Ekki alltaf. Nei, ok. Og svo kemur nema það komi skýring með því, skilur bara, herru, þetta hérna sniðu teka á 3 eða eitthvað þú veist, það kemur eitthvað, eða kemur bara vídeo þá hugsa ég, hvað er þetta vírus? Hefur verið að senda mér eitthvað vírus hérna? Nei, þú heldur ekki að ríl sé vírus. Ok, ekki ríl, en stundum fær maður eitthvað svona eins og frá mömmu eða ömmu sko og þá hugsa ég svona ef gamalt fólk sendir eitthvað slóð þá er eitthvað skrítið í gangi sko. Nei, þannig í alveg, það fyrsta sem ég hugsa þegar ég fæ bara vídeo er vírus. Það er í alveg það fyrsta sem ég hugsa og svo líka bara og ég sýndi Huldu það líka daginn að þegar stundum sendur hún mér eitthvað af TikTok á Messenger og ef ég reyna að klikka á það þá kemur bara eitthvað að ég þurfa að downloada appinu og ég sé aldrei þetta vídeo þannig að ég bara nefndi þessu ég hef lendið því þetta er bara vesen ekki séð vídeo af því að ég er ekki með ég bara nefndi ekki vesen í lífmiðtökur sko stöldur maður þetta vesen í lífið þitt við tökum þá eftir ég minni það á það sem þú sagðir þetta er svolítið langur liður ég verður rétt að byrja Klárum hann Gísla hann segir líka hinn punkturinn sem er svona við þurfum aðeins að staldra við hann sko í þessu interventioni og þetta intervention mun enda þannig að þú horfir á myndbönd sem við sendum þér, bara svo það sé á hreinu. Já, ég er ekki viss um það. Sko maður sem hafði á tímabili tekur af þessari hópíþrótt sem snýst að senda myndbönd á milli, fólk horfi á þau, það sé verið að bera út boðskapinn og svo kollakolli, vill helst að fólk horfi á myndbönd sem hann býr til, skrítið hann taki ekki þátt í þessu sjálfur. Hvað séum þetta Þorsteinn? Ég meina ég er með 2 hlaðvörp og ég hlusta ekki á hlaðvarp sem er hluti af sama vandamálinu. Já. Akkur? Akkur ætti fólk að vera að hlusta á þú myndir ekki hlusta á sjálfa þig? Nei, ég veit en það er samt fullt af fólki sem gerir það, skilur Þetta er fáralegt. Akkur? Herru, nú færum við okkur yfir í nafnlausa konu sem þú kannast við sko hún gaf mig leyfi til að svo hraun yfir þig þannig að þú voru að skamma hana sko hún segir að skoða ekki er hluti af entitlement Ég held ég viti hvað kona þetta er Hvernig situr þetta í þér? Já, ég hef ansi oft talað það að tilkallin í mér, það er stutt í hann Já, sko og svo varst að tala vesen og svona leiðilegt og ég kóta hérna beint það þarf að gera leiðilega hluti það þarf að hlusta á óáhugavert stöf það þarf að hlusta á mömmu tala frængu sem hefur aldrei hitt og segja, aha, einmitt, já það, frábært, gott hjá henni að þú ert að gera það fyrir mömmuðina sko. Já, það er alvöru samskipti kallar, þeir komast upp með að hafa lífið sitt þægilegt veri ekki með, þú veist, þeir vilja ekki eitthvað svona vesen sko. Ég er þetta ekki bara eitthvað karlhatandi kona Þeir komast upp með að gefa minna af sér og konur á sama tíma þær halda uppi tengingum, stuðningi og öllu svona tilfinningarlega allt eitthvað sem er svo mikilvægt að það má ekki sleppa því þetta leiðileg kona en kallar, með þetta gott kallar, þeir eru bara að fleita kellingar þeir sleppa því sem er boring
Á konur eru allar burnt out, pirraðar og þreyttar og streittar. Kallar vilja forðast óþægindi, af því að þú veist að tala um þetta með vesinni, mástu. Þeir vilja bara slakka og njóta eins og það eigi bara verið í boði fyrir fullorðið fólk. Endir. Þetta fyrsti liður af 27 í atriðum sem við þurfum að taka fyrir í þínu fari en djöfull ferði töðnar að mér að þú horfir ekki á reels sem að vinniðinir og konaðin er að senda þér og ég ætla að vona að af því að þú mátt eiga það að þú ert alltaf að bæta þig. Þarna þarfst að bæta þig og ég þoli ekki að þú sjáir ekki að þú fyrir að bæta þetta. Býta aðeins. Einu sinni sendi ég að því að nú lest þú yfir yfirleitt þegar ég nenni að bíða eftir þér, þá lest þú yfir pósta fyrir Instagrami kallmennskan. Já. Og einu sinni sendi ég þér sem sagt að því að ég seti upp í svona, þú veist, kapsjón og svo posters og fyrirsögn og einu sinni sendi ég þér sem sagt ekkert subject eða hvort ég sendi subject ég sendi þér subjecti sem sagt titillin var fyrirsögnin og svo kom bara textin og þá sagði þú gastu ekki klift fyrirsögnina líka inn í textan þú veist, þú vildi fá það inn í meginmálið fyrirsögnina og ég sagði hún er í fyrirsögninni hún er í subjectinu á e-mail-glugganum. Já. Ég held að ég hef ekki vitað að það átt að vera fyrirsögnin á postinu sko. Já, þú allavega svaraði allavega ekki þannig en það sem ég er að reyna að segja hérna er maður nefnilega vill fá pínu svona það ætlar að senda mér eitthvað segðu mér þá af hverju er ég að fara að horfa á þetta. Nei, fólk gerir það ekki. Nei, það er bara mín krafa. Ef ég á að horfa á þetta, þá þarf ég að vita hvað er að frétta hérna. Skilur, hverju er ég að leita eftir, hvað er teikið hérna, hvað snýst þetta? Ekki bara eitt vídeo, hvað er að gera við þetta? Þetta er bara hluti, í dag er þetta bara hluti af samskiptum fólks. Þú veist, það finnur eitthvað sko sem að það rekst á eitthvað og það hugsa bara, hei, Þorsteinn myndi hafa gaman á þessu eða þetta er eitthvað sem ég er að senda á Þorsteinn. Þetta er bara leti, Haukur. Nei. Að skrifa ekkert með vídeo, ég vil ekki að segja neitt við vinn minn, ég ætla bara að gera hérna share, send, Þorsteinn og svo ætla ég bara að bíða hvort hann horfi ekki örugglega og verð brjálaður ef hann horfir ekki. Þetta sem þú varst að segja á ég að svara þessi að með öðru vídeoi. Er það málið? Viltu síðan fá annað vídeo? Þú mátt bara ráða hvernig þú svarar, en þú verður að horfa á þetta. Herru, en þetta sem þú varst að segja með sendið bara alltaf vídeo tilbaka. Þetta sem þú varst að segja með ég var að lesa yfir fyrir þig og þetta bla bla. En sko, það er sko, ég vil fá skjal. Já. Ég vil fá skjal þar sem þú setur þetta upp og svo ger ég sko athugasemdir, comments, track changes. En þú bara, nei, ég vil bara senda þetta beint í póstinn og svo vil ég bara fá þetta tilbaka bara beint í póstinn. Já, þú ætlar að laga þetta. Ég nenni ekki að fá einhverja pælingar frá þér. Nei. Ég vil bara fá yfirlestur, bara fá þetta bara og svo bara setja þetta bara svona inn og bara svo copy-paste af því að ég vil ekki þurfa að opna tölvuna mín til að gera þetta. Ég vil bara gera þetta í símanum mínum. Já, ég bara vinn í símanum mínum. Ég meina að það eru menn sem skrifa bækur í símanum sínum, skilurðu. Ég hefði gert það ef að þú hefur ekki krafið okkur að vera með þetta fucking Ég ætla rétt að vona að ég muni aldrei lesa bók sem var skrifuð á síma. Þú hefur podcast það. Skandal. Þú hefur podcast það. Ég vona ekki. Já, ég er bara að segja það, þú hefur gert það. Ég veit allavega að ljóðabækur hafa verið skrifaðar á síma. Já, ég er enda skil það best af öllum mögulegu efni sko sem þú skrifar. En ég allavega vinn eiginlega allt sem að ég geri í símanum mínum. Það er klikkun. Og sko bara hver einasti póstur sem að ég hef gert held ég á kallmennskuna. Þess vegna ertu ofta að gera, skilurðu, einslandavillur í broddstafi, í og ó og eitthvað með kommunum í vitlaus átt. Það eru því að gera þetta á símanum eins og ykkur villimaður. En sko þú ættir að sjá að því að stundum þá bara svona fæ ég hausinn bara einmitt og ég veit að ef ég skrifa þetta ekki bara núna þá gleymi ég þessu og þá bara þar í stundum er ég bara að vita hvað í fjandanum á að standa hérna af því að það er bara bull eiginlega af því ég er að drífa mig svo mikið þannig að það er náttúrulega mjög næs eftir að þú komst inn í lífið mitt að ég bara svona
þetta svona cirka rétt, hann mun laga þetta. Haukur sér þetta fyrir mig. Það mjög gott. En ég svona reyna að vanda mig samt. En þetta var intervention dagsins. Já, þetta var rosalega gaman. Ég veit að þú mynd láta þér þetta kenningu verða og gera betur. Allavega fyrir hana Huldu mína. Já. Herðu, og svo bara verða ykkar samskipti framvegis bara ekkert annað en bara reels. Herðu, sko, já, ég mun senda þið bara fullt af myndböndum næst, bara á eftir. Ég ætla bara að senda þér á eftir og brjálar og er ekki búin að horfa á það. En þá veit ég að þetta sendi eitthvað sem að þú ert ekki búin að horfa á. Jú, ég ætla að horfa á þetta allt og sendi þér þetta allt. Herðu, sko, fólk nefnilega saknaði pínu Trúnós. Og í afmælistætti þá reyndi ég, svo ég breyti þessu interventioni hérna aðeins, að fá þig á Trúnó. Já, ein hugmyndin var að við yrðum sko báðir með Trúnó. Með sitt hvort Trúnóið. Já. Og ég bara... Þú bara vilt ekki opna þig? Ég bara datt ekki til hug. Þú bara vilt ekki opna þig, þú bara svo lokaður. Bara búin að loka af. Lokaður og krumpaður. Já. Nei, þannig að ég hugsaði, já, herru, það er eitt hérna sem að ég get alveg talað um og ég held samt að það hefur mögulega einhvern veginn, þú veist, við hefum einhvern veginn nefnt þetta en ég ætla að gefa ykkur smá Trúnó. Ok. Og ekki bara letsa. Jú. Heyrðu, þetta er svona, ég gæti að hafa nefnt þetta einhvern tímann en ég held ekki, en ég vil hann ekki tala þetta sko svona, af því að þegar að maður vinnur við það eða hefur unni við það að vinna í rauninni með sjálfansi og ein viðþorf og svona hvað maður kemur og allt þetta og þá náttúrulega verður maður að vera tilbúin að horfast í augu sjálfan sig þó ég neiti fyrir það að þurfa að horfast í augu sjálfan mig varandi þessi vídeo og eitt af því svona sem að komst kannski eiginlega bara mest að því í samtali við sko sálfræðingi minn fyrir nokkrum árum og hef svona aðeins, þetta er svona bara malla með mér að sko ég er svona titillin á þessu Trúnó er sko að ég sé athyglisjúkt introvert. Já. Ég semst vill athygli, ég þarf athygli einhvern veginn og svona viðurkenningu en látiði mig samt í friði. Já. Þú veist, þetta er rosa skrítin blanda. Og sko, og þetta er náttúrulega blanda af einhvers konar svona entitlementi, svona tilkalli, kallmennskunni minni sem að bara ég óks upp með. Já, þetta er pínu svona, veist, þú vilt að það sé hlusta á þig en samt bara á þínu forsendum og þegar þér hendar, en ekki að þurfa að eiga í samskiptum út frá því einhvern veginn nema bara þegar þú nenni er ég að skilja þetta rétt? Já, en líka bara, þú veist, sem dæmi menna, nú er ég í hérna ammali bara helgina og hérna og þú veist, já, bara já með fullt af fólki sem þekki og líka fullt af fólki sem þekki ekki og þá vill ég enga athygli skilur ég vill ekki fá neina athygli þar ég vill ekki vera einhver svona, þú veist ég er að segja einhverja sögu og bara hlustið á mig og horfið á mig, skilur, bara alls ekki ég vil helst bara vera út í einhverju hotni, bara einhverju Trúnó eða spjalla og róliheitum, skilur Símanum? Já, helst í símanum Skoða reels en helst myndi ég náttúrulega bara vilja vera heima á mér Já. Þú veist Ertu almennt ekki fyrir fólksfjölda? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Mér finnst ekkert mjög gaman að vera í kringum mikið af fólki sko. Eða einhverju svona skemmtunum og partí og smóltóki og eitthvað svona, ég mest að leiðilegt En skiptir það máli fyrir þig sko, ef þetta er ekki svona, hvað segja, félagslegar aðstæður sko, segjum til dæmis bara að þú ferði í stóran bíósal með einum vinninum finnst þér það óþægilegt? Nei, okay. Það er ekkert spotlight Einmitt. En sko ég er svona aðalega að hugsa þetta út frá hérna því sem ég vann við sem að voru fyrirlestrar og svona samfélagsmiðlun að þá þurfti ég alveg að sko að glíma við þetta og þá fann ég þetta svo mikið þar að segja þessa svona athyglisíki en samt ekki og ég ætla að taka hérna dæmi að svona þegar ég var að byrja
og þú veist, ég alveg svona aðeins, þetta svona vandræðilegt má en hérna sko þannig ég held að þetta hafi nú þroskast svona kannski pínu að mér en það þú veist, það kraumar og náttúrulega esterarmáli náttúrulega svona smá kraumandi þetta element sko, vilja einhvern veginn athygli viðurkenningu og samþykki og allt þetta. Ég var að pæli að grínast með sko þegar ég byrjaði interventionið að segja ég væri hérna með hana Ester á línunni. Já. Það hefur verið fyndið. Það hefur verið mjög gott reynda. Hérna, hún nefnilega svaraði aldrei mailinu þegar ég baði hann afsökunar. Nei. Hún held í brjáluð. En allavega, hérna... En hún sagði samt í einni fréttinni að hún hefði fengið afsökunarbeðni. Er það? Er ég að rugla? Mér rámar í það. Veit það ekki. Hún gerði lítið úr þessu sjálf í einhverju grein. Já, og líka bónus og eitthvað. En allavega, sko, þetta var svona entitlementi mitt og tilkallin í mér, hann var krefjandi svona í kringum 2019, 20, 21 sérstaklega þegar að ég var sko einhvern veginn að klára meistaranámið, komin með miðlinn og athygli og var svona fann að reiða mig á gig, þú veist, að fá fyrirlestra. Er þetta hvað séu, 1921? Já, eitthvað Er þetta þegar að kallmennskan var svona upp á sitt besta? Já, svona, já, allir ekki eitthvað og sko og þegar, ég ætla að játa eitt hérna þegar að ég sá sko pósta frá öðru með fyrirlestra Sigga Dögg, Pálmar hérna, hann var oft með svona jákvæð samskipti þá var ég bara eitthvað í fokkanum hann þarna þú veist On my turf já. Og hérna og bara svona, það kraumaði í mér svona hann var að taka þetta af mér og meiri segja eitthvað svona þú veist, sem að ég var aldrei að fara í og jafnvel gig sem ég vildi ekki einu sinni þá var ég bara eitthvað í fokkanum hann, þú veist, eitthvað svona og hérna, og einu svona helvítis Pálmar já. Hver er það? Pálmar, nei, heitir hann ekki Pálmar? Ég skrifaði bókum jákvæða samskipti eða eitthvað hann var rosa vinsæll fyrirlesari og hann alltaf byrjaði á undan mér og Sigga Dögg alltaf á þátt í því að ég fer út í þetta en svo einhvern veginn fer ég að vera svona hvað er verið að taka þetta af mér þú veist, ég er að fara inn á þeirra svið sko. Þannig að ég gerir mig grein fyrir þetta eru tilfinningar já, en ég gerir mig grein fyrir þetta eru tilfinningar en ég bara svona lýsa því svona hvernig þetta var og hérna, hvernig ég hugsaði þetta að ég vissi alveg að þetta var barnalegt og ég vissi alveg að þetta væri entitlement og ég vissi að það væri ekki verið að taka eitthvað af mér og eitthvað svona en allavega, svona leið mér og svo líka bara þegar hérna, hann eða einhver svona sem var svona, já, að því líka þetta náttúrulega ógeðslega lítill geiri að vinna sem fyrirlesur í Íslandi þetta er bara fáránlega, þú veist, þetta er valla hægt og hérna nema í einhverju svona momentum og líka náttúrulega á þessu tíðanbílu var svolítið Tryggva líka að fara mjög mikið og mér varst það alveg óþólandi en allavega verður reyndar að taka undir það síðan sko voru stundum ég man einu sinni, ég man eitthvað ekki hvað það var en einhvern tíma var Pálmar ég held að hann heiti Pálmar, örugglega í einhverju svona forsýðviðtali svona, hvort það var Vikan eða eitthvað svona og ég bara eitthvað, hvað í fokkanum er þessi gæja að trana sig fram og eitthvað svona síðan þegar það breytist og hann svona er ekki jafn mikið út um allt og ég er út um allt og ég er á forsíðinu á vikunni og ég er í viðtölum hér og þar þá er ég bara eitthvað ekkert vera þá fór ég að neita viðtölum og þá fór ég svona þetta er allt og mikil athygli verið ekkert að tala við mig þú veist þetta er algjör þversögn Þú vilt stýris alveg? Nei, ég veit bara ekki hvað ég veit ég er bara með einhverja tilfinningaflækjur sem meika engan sens það er það sem ég er að segja Þessi hérna? Já, Pálmar Ragnarsson Já okay. Kröftu í fyrirlestra jákvæð samskipta vinnustöðum skólum íþróttafélagum Þannig að sko, já, þannig að og ég meina, ég sagði það alveg bara nei, eitthvað svona við einhver, þú veist, ég var beðin að koma í viðtali, þú veist, eitthvað síðdegisútvarpi og bylgjuna og eitthvað tala eitthvað og ég svona, eitthvað svona ég er búin að vera svolítið mikið svona hugsaði ég og svona, þú veist, vildi ekki þessa athygli, fattur þau þannig að þá fór ég einhvern veginn svona setja stopp og svo bara hætti síminn að ringja allt í einu og hérna, og þá var ég bara eitthvað, byrju, hvaða rugl er þetta, akkur er enginn að
tala við mig okkur ekki verið að biðja mig að koma í viðtöl og skilur, þá fer þetta aftur hans á krömm en ekki alveg eftir að þú varst búin að neita þessu publicity til þess að myndu fleiri syngið þig já, eitthvað, þú veist, ég veit ekki alveg bara, það var ekkit, mega ekkit sensanna en ég er að lýsa bara svona líðan þú veist, þessum athyglisjúka introverti sama með sko kommentakerfin að þá er náttúrulega, þú veist, það getur verið algjörlega sligandi óþægilegt að vera með drullið og umtalið og eitthvað svona en svo þegar það er ekki neitt svo kannski kemur einhver póstur frá mér eða eitthvað og það bara það er ekkert drull það er bara, hvað er drullið? Akkur er ekki brjálaðir og svo aftur, áfram þversagnir þá kannski er ég bara eitthvað þá sérstaklega Twitter á þeim tíma eða reyndar story líka stundum hjá kallmennskunni þegar ég leiði mér að vera smá kvatvís þar sko þá stundum setti ég fram eitthvað grín eða kaltæni eða eitthvað svona beitt skot eða eitthvað, þú veist, ekkert alvarlegt þú veist, ég var ekki að hugsa þetta alvarlegt og þá tók fólk því oft mjög alvarlega og þá er ég bara eitthvað, þú veist, ég vildi sem slúta að taka marka á mér og vera tekin alvarlega svo þar að það var gert, þá er ég bara nei, slakið þið á, þetta er bara létt grín þú veist, þannig að ég er bara gangandi þversögn Geturðu greint þetta eitthvað? Hefurðu velt fyrir þér? Já. Hvort þú viljir hafa vesen? Já. Hvað mennur? Þetta bara, veist ég þetta ekki. Vilji hafa vesen? Já. Mennur bara... Stundum er ég bara eitthvað, akkur er þetta svona miklu vesen alltaf? Já, útskýruðu? Bara þetta, þú veist. Þú gerir eitthvað, setur eitthvað, fyndið. Gleymir að pæli því að 20% fólks skilur ekki kaltæni í texta. Já. Og bara... En það hefur þú murkað úr henni lífið, kaltæninu minni í texta. Og og bara, hvað? Nei, ég var ekkert að meina þetta. Hvað, þú veist, hvað? Já. Þú hefði bara geta... slefti, haft minna við þess eða sagt, þú veist, ekki látið kaldarinn að vera eitthvað svona tvíræða heldur bara sagt og það er náttúrulega eitt af því sem að þú er já, það er náttúrulega eitt af því sem að þú er svona þú kallaði þetta ekki að gefa skotleifi sko og ég er svona aðeins tamið með það og ég náttúrulega, ég geri vallan eitt í stóri því að það er yfirleitt hvaðvísi þannig að, en þú veist núna hins vegar þá er ég bara nokkuð sáttur með þú veist að ég reyndar smá entitled á að fólk hlusti á sko kallmennsku hlaðvarpi mitt já. Ég vill að það svona þú veist, að því að ég er að taka viðtöl sem að mér finnst vera mikilvæg mér finnst vera góð og mér finnst að hún þú veist, viðmælendun sem ég er að tala við ég er svona pínu entitled þar en það snýr þá ekkit endilega að sko sjálfu mér ekki beint nema mögulega kannski þá þannig að þú veist, ég vilji fá kredit fyrir að gera svona gott efni eða eitthvað en viltu að þetta sé á milli tannan á fólki hugsaðu það stundum þannig af því að þú ert að tala um eitthvað svona ég vil hafa þetta svona, ekki svona þegar þú setur út efni er þá einhver hlut af þér að svona vona að það fari svolítið í þessa eins mikið okkur leiðist orðið skautunar skautun, viltu þetta fari inn í svona þessa skautunar umræðu, þessa hakkavél af því að þá er svo mikil athygli á því eða stendur þið stundum að pæli því eða sko ekki, já en ekki út frá skautunar pælingu ég bara stend ennþá á þeirri sannfæringu að sko tvennt ef að það sem þú ert að gera að því að sko allt sem að ég er að gera sem tengist kennslu og bara fræðslumiðlun og þáttum ég vill hafa áhrif með þessu ég vill þetta hafa áhrif ég vill þetta leiði eitthvað en hvernig mælur áhrifin? Það er síðan hitt og það er í rauninni viðbröðin veist, það er svörunin en ég trúi því hins vegar þó að þú veist, eins og viðtali við konuna þína Írisi Eddu Náenstein
íslenskuna klippu sem ég deildi var deilt inn í rasista hópin Ísland þvert á flokka. Já, það ekkit endilega gott. Við sástu hver deildi því? Já. En þú veist, og það ekkit endilega sko neitt markmið, en það samt sem áður segir mér að því að ég auðvitað ávarpa þessa rasísku orðræðu sem tengist íslenskunu og meintir aðdáun þessa hóps á íslenskuna. Mér finnst það mjög áhugavert að því að sko Margrét Friðriksdóttir deilur þessu sem eiginlega bara komedi út af fyrir sig en sko þá kemur sko hrúa af liðinu sem á þessum hópi sem samt bara 20 manns eða eitthvað og skrifa komment og maður sá að ekki bara var það þannig að það var sko augljóst að enginn hlusta á þáttinn held ég að nánast enginn hafi hort á vídeóið? Ríl. Nei. Þetta var bara hellingur á Þorsteinum hann bara horfði ekkert á þetta myndband en voru samt til í að ræða málin sko. Já og sko að því að ef að fólk hefði hlustað á hana þá hefði það fattað já, meinar en sko það sem mér svo áhört að því við erum að tala um þetta það bara hvernig og það ekki það sem ég vil það að segja að reyta bara fólk til reiðu og það bara fyrir einhverja tilfinningur og getur ekki tekið sönsum það aldrei markmið, aldrei en hins vegar, ef að ég snerti ekkert í þér þá þarf þú aldrei að takast ávinnit og tengt kallmennskunni bara kallmennsku hugmyndum þá höfum við kallar almennt bara komist upp með að vera ekkert að pæla þessu jafnréttiskjaftaði skilur, við höfðum aldrei þurft að díla við okkar eigin sjálfsmynd hvað varðar kallmennskuna þangað til í rauninni MeToo og þangað til að verður einhver markus umræða og þá náttúrulega fara að kalla í vörn og það fyrsta stíð, það þessi vörn svo þurfa að fara lengra þannig að það þarf að skapa pressu og þannig hugsaði líka til að hafa áhrif þú veist, það eitt stíð af þessu að hræri tilfinningunum næsta síðan, ok, tökum samtalið þú veist, þetta verður að leiða eitthvað og það getur tekið lengri tíma og ég get aldrei sagt hvernig mæli áhrifin en það með viðbröðunum þannig að já. Þú veist það verða að vera viðbröð, þannig að mögulega eins og einhver sagði, sko bara vond viðbröð eru betri en engin viðbröð þú veist það sant? Að einhverju leyti, já reyndar ekki þegar maður hefur skitið á sig þá það ekki gott eins og ég hef nú reynslu af líka en þegar ég bara málefnilegur, þegar ég stend einhvern veginn fullkomna og algjörlega bak við það sem ég geri og það hefur einhver x áhrif á fólk, þú veist, þá það ekki mitt, skilur, ég bara að miðla einhverju sem satt og rétt og gott og ef að það stuðar einhver rasista þá var þeir bara að díla við það, sko það upplýsingar þarna og allir þeir að afbaka þær bara það ekki mitt vandamál þannig að já, þetta var svona trúnaði mitt, sko Já, þetta gott það góða pælingar Já, en ég náttúrulega ég meina af hverju eru við til dæmis að deila taka þetta upp sem við erum að gera og deila það samfélagsmiðla klippur sem að gerfugrindi metur að séu líklega til þess að náti fólks gerfugrindin hefur alltaf yfirleitt rámt fyrir sér með það en... Já, kemur fyrir hún hafi rétt fyrir sér en hugsaðir allar klippunar sem að sko, við hefðum getað handvalið sem hefði verið miklu meira væral en eitthvað gerfugrindasull sko. Já, en hugsaðu tímann sem að það tekur Já, ég átti mig á því Það náttúrulega bara málið að tíminn sem fer í að klippa saman svona, eins og bara viðtala við konuna hérna sem að var sko 1 klukkutími og korter þátturum var 40 mínútur Ég þarf að byrja á því að skrifa upp þáttinn til þess að ná utan um hann ég þarf náttúrulega að hlusta á hann, skrifa hann upp og svo þarf ég að byrja að raða saman hvað make sense þú veist, og allt þetta og ég gerði þetta svona sérstaklega til að byrja með þú veist, þannig að það var svona 2-3 fullir vinnudagar sem fóru bara í 1 pínulítinn þátt og þetta bara alltaf mikið vinna sérstaklega því að þú fær ekkert greitt fyrir þetta þó að það væri best þannig að Getur prófað að tala um bakararmeistarann? Nú? Bara, fá styrk Já, einmitt
talandi það líka kannski styrki klinurringum. það eitt líka sem að fór alveg í tilkallin í mér á svona í kringum 21 þegar ég sá að það var fullt af hlaðvörpum sem voru með miklu minni hlustur en ég sem voru samt með samstagsala og ég fekk ekki samstagsala reyndar var ég með samstagsala en mér fannst ég ekki vera með nógu marga, nógu svona stönduða þannig ég var alltaf frekar og meira já svo vil ég ekki sjá þessa samstagsala sko svo vilja ekki koma þá byrju akkur vill enginn í samstarfi þú veist í alveg það er eitthvað að mér kannski er ég bara með svona brotna sjálfsmynd ég er að leita að einhverju svona púslum í sjálfsmynd mína þess að líma hana saman á þessu Þetta er svo áhugavert sko með að því nú ertu búin að fara í gegnum sko hittu þetta þig bara sem strák sko þú veist við erum talað það hérna og veist hvað varst líðir og feiminn og svo samt líka á sama tíma eða svona kannski örlítið setna líka svolítið svona vinsæll og þú veist reyna að vera svolítið svona tappi sko og þú veist þetta er einhvern veginn svo þetta er eitthvað svo keimlíkt þessari baráttu sko það sem þú ert að lýsa núna sko þannig að text á þessi feimni eða þessi introvertismi sem við þetta tala og svo hitt sko að vilja vera með vilja hvetja fólk til þess að hugsa vilja segja fólki frá og allt þetta sko en ég upplýði samt ekki í einhverju klípu með sko þú veist hver ég er og hvað ég á að gera eða eitthvað svoleiðis Nei, en þú veist þarna með sko ef við smættum þetta sko þú veist þarna með einhverja 2 eiginleika sem að rými ekki alveg sko já sem að mér finnst ég líka að fá svo mikið í þessum pælingum með þig sem bara ungan mann eða þú veist strák sko, ungling já það er svona eitthvað tvent sem að passar einhvern veginn ekki alveg nú vel saman í karakterinn sko og verður til þess að þú ert stundum að spila meira á annan og stundum meira á hinn sko en kannski maður bara bæði og ert klálega bæði sko já, kannski þarf það bara að svona kannski þarf þetta einhvern veginn bara að geta verið til á sama tíma án þess að þessi tókstar þetta en gengur það upp þú veist, er þetta ekki of ólíkt til þess að geta gengið upp á sama tíma án þess að þessi tókstar þetta já, jú kannski en ég er svona hugsað þetta út frá því að þú getur ekki verið með þú getur ekki með rauðan og gulan í gangi á sama tíma sko þú veist, að þú blandaði saman þá verður hann bara appisnugulur skilur, það verður bara annar litur þá ertu kannski þú veist, kannski gengur þetta ekki upp nema þú einmitt hættir bara að vera introvert gangið vel með það eða dregur úr hinu í áttina og þá verður þetta ekki það sama sko. Já, eða eins og kannski gengur þessi myndlíkinga samlíkinga ekki upp sko, þessi með litina var mjög slæm bæði það var gett sko með til dæmis að vera með athyglisbrest nú veit ég ekkert hvort ég sé með það en þú veist með svona grunar það svona einhverja kvatvísi og athyglisbrest og eitthvað svona að sko að þetta náttúrulega er oft mjög gott að vera svona þannig, þú veist einhvers konar svona rófinu típa vegna þess að maður getur beislað það í eitthvað bara einhvern kraft það er svona það sem ég er að hugsa sko með þessa karaktera beislað þetta og kannski er það bara það sem maður hefur gert að ég hef beislað þetta í það sem að ég hef verið að gera það hlýtur eiginlega að vera einhverju leiti sko svo bara er ég einhverju flæki með það af því að þú myndir ekkert endilega vita þetta þú myndir ekkert endilega vita það sem ég var að segja þér ef ég bara er Hannes út í bæ að ég væri svona flækju með tilfinningar mínar nei það er ekkert endilega út á við nei. kannski einu það er helst þetta ef maður er að skoða story akkurat þegar út eftir inn í einhverja kvæðis sko, að þá færi maður svona já, þess vegna er ég hættu því er það gott?
Nei, ég meina, ég hef bara enga aðra betri lausn. Nei. Ástu kannski að gera þetta með appisnugula, sko. Mér að tala um áðan, sko. Nei, veist, að ég veit það að þegar að mér dettur eitthvað rosalega fyndið að beitt í hug og er ekki búin að hugsa það, þú veist, það getur enda mjög illa fyrir mig. Ok. Ég er bara búin að læra það. Já. Og hérna... Það er pínu leiðilegt. Já, eða kannski bara merki að, þú veist, ég kannski hef stundum aðeins meira áhrifveldur en ég fatta. Og það er það sem ég vildi. En sko, kannski er það frekar þannig að jú, þú veist, þetta byrjar með einhverjum svoleiðis dæmum. En kannski núna er bara svo rosalega stór hópur af fólki sem vill snúa út úr, þú veist, vill að þú misti í þig, vill hérna nýta það sem þú segir til þess að þú veist, það er hérna svo mikill munur á umhverfinu, sko. Já. En á móti, þó að sé mikið af fólki þarna sem að virðist sko leita klippum af mér eða okkur og hérna og reyna að finna eitthvað svona til þess að geta afbakað og ná einhverju höggi og þú veist, eitthvað að sko þá sama tíma og það er líka eitthvað sem að ég er svona velti fyrir mér eins og bara þetta kalla verkefni okkar hérna sem að einhvern veginn byrjaði sem svona grín og ádeila á og tveir kallar væru með hlaðvarp út allan bæ og þú ert ekki kallmann með hlaðvarp og við erum einhvern veginn bara í 50. þættinum okkar skilur áfram með grínið og ekki bara það, þú veist, þá er ég meina, þú veist, það eru nokkur 100 það er nokkur 1000 manns sem hafa hlustað á okkur sem hafa sest niður eða eitthvað keyrt og eru bara eitthvað að hlusta á okkur og ég bara fer svona að veltaði fyrir mig hvað, þú veist, af hverju er fólk að hlusta á þetta hvað er í þessu skiptir þetta máli er þetta grín sem er bara orðið langdreið eða er þetta orðið eitthvað sem er gott og satt og eitthvað sem skiptir máli það er svona ég fer í endalaus að ringi með það allt saman bara, ekkit bara tengt okkur heldur bara með kallmennskunni og bara hvað ég er að gera með líf mitt og eitthvað svona sko. Já. Akkurat. Hvað segir þú með það? Ég átta mig ekkert 100% á því sko. Ég þú veist ég er náttúrulega bara eins og þú komst að fljótlega þú veist, ég nenni ekki og vil ekki vera að skoða einhverjar hlustunartölur og hversu mikið einhverju er deilt og þú veist, ég bara langar ekki að setja minni það. Eini mælikvarðinn á hvort þetta skiptir máli akkurat núna, nema reyndar það er alveg, þú veist, ákveðin vísbending þegar að maður fær andlit á bakvið hlustunartölurnar í grúpun okkar þá svona what? Hver er þetta? Hver er að hlusta á okkur? Já. Og fólk er actually að pæla eitthvað. En þá aftur hugsaði, tveir kallar eitthvað að spjalla og veist, konur eitthvað bara að hlusta á þetta, þú veist hvað? Konur, já. Ég meina bara eins og með kallmennskuna, ég meina 70% fylgjenda eru konur, skilur, það bara hefur alltaf verið þannig. Og náttúrulega bara konur eru þær sem að láta sig einhver samfélagsmál varða. En við töluðum aldrei það, þú veist, fronturinn okkar var svona kallar, tveir kallar eitthvað við tölum aldrei það, þú veist, hvað erum við að meina með þessu veist, hvað erum við að gera við tölum það svona okkar á milli já, við gerum það hvort við höfum fyllt því eftir er ég ekkert alveg vissum sko ég held að við höfum svona eins og við tölum sín tíma, ég held að við svolítið mist tónin fundið hann aftur og svona inn og út sko skautað kringum hann og en það kannski bara hluti af djókinu sko til að byrja með við gerum þetta bara þú veist, bara vorum ekkert alveg að pæli 100% sko hvert leiðin myndi liggja sko. Nei, en ég áttaði mig samt á því mjög fljótt að þú varst ekki að fara sko bara að gera eitthvað þú veist þetta er byggt á einhverjum komiskum grunni en það er eitthvað djúpt þarna bakvið og hvernig við gerum þetta, þú veist, það eru dagskrárliðir, það er rammi, það er hérna hver gerir hvað, þú veist, það hefur alltaf verið skýrt, sko. Já. En tónnin okkar, við kannski notum sumarfríð okkar í að melta hann og líka bara
held ég að við þurfum að hugsa sko já, bara er þetta bara eitthvað svona froðu kjaftaði að því að við viljum auðvitað líka og það var svona pælingin sko að þú veist, við erum bara einhverju tveir kallar sem erum bara eitthvað að reyna að vanda okkur og reyna einhvern veginn að vera almennilegir meðvitaður að við erum það alls ekki við erum bara helvits kallar og svona gefa helst köllum en líka svo sem bara þeim sem vilja hlusta svona ákveðna innsýn í hvernig við erum að reyna að díla við þetta allt saman. Það var náttúrulega pælingi með þessu trúnói. Það var svolítið að berskjálta okkur og svona bara við erum að díla þetta og glíma þetta og hvernig við gerum það. Og líka bara sko tala ekki inn í umræðuna eins og hún var. Algjörlega. Og alltaf að vera verri. En eins og hún var svo veist, mjög ábyrjandi orðin á þessum tíma. Já. Að þú veist það sem að hefur verið kallað skautun. Það sem að við erum með 2 ólíka hópa sem eru að er að kýta er að bítast á eru að fá sko fólk í viðtöl sem annarkvort drullar yfir hinn hópinn eða úr hinnum hópnum til þess að viðkomandi geti drullað yfir hann í þættinum og við vildum sko gera eitthvað allt annað vera með allt öðruvísi tón og það sást rosalega vel að sko þegar við byrjuðum á þessu þá fóru ég man ekki hvort það var fyrstu 3-4 þættinir það voru bara sko bara einhverja sturlaðar tölur það sem var að vera að tekka á þessu á YouTube og þú veist þetta fólk af því að það var svo greinilegt að hinn endin á pólnum hinn pólinn réttar að sagt var að tekka eru þessi 2 gæjar eru þeir mættir að bara taka fyrir hvað þessi kollegi og þessi kollegi og þessi kollegi voru að segja og nýða þá og svo kemst fólk að því að nei, það er ekki þannig við erum bara eitthvað að vera berskjálta þeir eru að berskjálta sig þeir eru að segja frá einhverjum hlutum sem hafa ekki sagt neinum öðrum frá þeir eru að tala bara um eitthvað og þá minnkaði sú umferð bara mjög áþreifanlega alveg niður í nánastækinni en það höfum við svolítið bara af því þú varst að tala um þetta áðan sko við höfum bara svolítið sloppið alveg við fyrir utan einhver örfá tilfelli að einmitt þessir hvað ég segja hot takes já, ég ætla að segja sko, við höfum sloppið svolítið við að svona okkar kollegar séu að fókusera á eitthvað sem við erum að tala um eða taka eitthvað fyrir hjá í sínu og svoleiðis við höfum bara fengið að vera óáreittir að mestu leyti af því að við erum ekki að fóðra neitt þar, skilur af því að við erum ekki að taka þátt í þeirri gerð af samtali sem er ekki samtal sem er svona sem er við líði en það var líka sko, jú, og ég er alveg sammála það er gott og það er rétt og það er einhvern veginn svona hefur gert mér gott finn ég og fólk segir mér það af því að það hefur líka litað bara annað sem ég hefur gert síðan en ég held hins vegar ennþá sko, og það er aftur það sem ég er svona velta fyrir mér bara af því að núna sé ég til dæmis að því að ég skoða hlustunartölur og við vorum svona bara þátt eftir þátt það var alltaf svona 10 að bætastið 10 að bætastið 10 að bætastið, þú veist það er bara þátt eftir þátt svo núna er bara flöt lína það er bara alltaf sami fjöldin sem virðist hlusta á þáttin okkar og það bendir til þess að við séum með fastalhlustendur sem er auðvitað draumur þú veist, þannig vill maðurinn hafa það en á móti þá erum við ekki að taka skilur toppana af neinu svona
skilur umræðu, við erum ekki að hrista upp í neinu. Nei. Við erum bara svona, og það er það sem er velta fyrir mér. Við erum frekar lítið current. Já. Nema hvað var það kannski bara að díla við sjálf okkur og veita fólki insýn í... Já, við erum ekki að grípa nýjasta fréttamálið. Nei, yfirleitt ekki. Og vera current, tala um það hefur komið fyrir, en það er undantekning. Já, sko, það er líka bara, ég meina, eigu að halda þessu áfram, og það er líka bara eitthvað sem fólk má hafa skoðun á. Og lítil viðbröð, segja okkur ýmislegt. Að 50 er náttúrulega svona góð tala til þess endi, sko. Já. Ef við ætlum að hætta þessu. Já. Er þetta eitthvað, hvað er þetta, skiptir þetta einhverju máli, er þetta grín bara komið, komið, erum við bara að taka pláss sem að, einhver annar getur tekið og gert það bara, erum við að því að Ísland er svo pínlítið, sko, að og það er sérstaklega tengt, sko, ég held að það sé nú kannski aðalega svona kvenkins feministum sem eru public, það er alltaf bara einn í einu einhvern veginn. Já, feminist í Íslands. Já, dálítið. Sem allir fjölmiðlar tala við. Já. Hver er það núna? Engin? Nei, það er bara... Það er engin feminist í Íslandi núna. Nei, feminismin er náttúrulega dóttin og tísku. Já. Nei, sko, en það var til dæmis ótrúlega merkilegt að Sólborg sem var með fávitar og bara með fyrirlestra á Instagramið og allt eitthvað, hún hættir 3 mánuðin setna að byrja að redda falag með eiginkonur. Kannski tilviljun, en ég upplifði þetta samt pínu svona. Að það er bara eitt sem að tekur þó það sé tilviljun þá er samt, hún gengur inn í slottið sem að var í boði. Já, ég er að menna það svolítið þannig. Okay. Og ég er að velta fyrir mig, eru við að blokkera eitthvað slott þarna? Já. Og þú veist... Það er þetta góð pæling. Já, það er bara svona alls konar sem ég er að pæla. Skiptir þetta máli, er þetta að hafa einhver áhrif, er þetta að þjóna tilgangi, eða er þetta bara grín sem að er komið á leiðarenda? Já. Við erum allavega að fara í sumarfrí. Já, ég er að fara til Tenni. Þú ert að fara til Tenni. Við verðum ekki fyrir enn í fyrsta lagi í ágúst. Já. Og kannski bara setna. Kannski bara er season 1 búið og season 2 byrjar eftir 4 ár þegar að byltingin hefst. Eða kannski er þetta bara alveg búið en kannski komum við bara í ágúst ógeðslega ferskir. Já, sko. Eða hvað? Já, nú meiri vona að ef við komum tilbaka. Svona, eitthvað aðeins að krafsa. Ég held að sumarfríði muni gera okkur gott. Já. Erst þú ekki að fara í eitthvað smá fríði eða? Nei. Það mun alltaf að gera mér gott. Þú manst að fólk giftir sér á sumrin? Sumarfríði er ekki eitthvað sem ég kannast mikið við, sko. Nei. En já, ef að fólk nennir að hlusta alla leið til 90 mínúna þá veit að hvað erum að pæla og við fólk má líka bara senda á okkur prívat, sko. Já. Það vil ekki taka þátt í einhverju umræðu og ég ætla líka að segja það, ég er ekki að segja þetta til þess að fá viðurkenningu og athygli og segja okkur hvað erum frábærir eða frétt í fjölmiðlum. Nei, heldur bara svona, þetta er bara svona einlæg vangavelta, alveg eins og ég gekk í gegnum með hlaðarpikatmennskuna. Ég einhvern veginn komst að ég er búinn þangt til ég komst að ég er ekkert búinn. Ég ætla að byrja aftur. Mér langar eitthvað meira þarna. Ég er pínu á þeim stað með okkur. Okay. Hvað er þetta, hvert er að fara, hvaðan er að koma, er þetta eitthvað, tilvistakrepa? Já, ég skil þig. Og nei, maður ekki. Nei. Kallar gleyma öll. Já. Þú dansið þröngur í ramma núna. Viltu fara í þetta? Já, Nei, ef ekki enda á hlusta, þau við loðum 2. Herru, endum enda á hlustanda. Það er komið að hlustanda dagsins. Númer 2. Herru, þetta er nú ekki alveg ég myndi segja að það er mikið kontrast í því sem við vorum, umræðunum sem við vorum í og síðan þessu. Hvort myndu þið frekar borða ís með kúkbragði eða kúk með ísbragði? Nota bene, það er bara eitt rétt svar, kveðja frá útbrunna aktivistanum. Útbrunni aktivistin? Ég man hver þetta er. Ég veit ekki hver þetta er. En það er leyninafn. Það er leyni. Hún var í,
hvað við segja, hún var í feminískum samtökum sem voru mikið í fjölmiðlum, voru svolítið svona feministar Íslands á sínum tíma. Já. Segjum ekki meir. Æja. Heyrðu, býtum við, kúk með ísbræði eða ís með kúkbræði? Já. Já. Þetta er svo augljóst. Já, þetta er augljóst. Ef þú segir hitt, þá er ég brjálaður. Nei, ég meina þú ert bara siðblindur ef þú ætlar að borða kúk. Með ísbræði? Já. Ha? Þú ert siðblindur ef þú gerir það. Nei. Kúkur er alltaf kúkur. Nei, Þorsteinn, þú getur ekki ætlað að velja þetta. Þú vilt alltaf fá ísbragð. Myndirðu frekar borða eitthvað sem bragðast eins og kúkur? Það er sko til jelly beans með kúkabræði og ælubræði. Ertu í fullri alvöru, ef þú mættir velja, þú er að taka eitt bita af öðru hvoru, myndirðu frekar taka bita af ís Já. með kúkabræði? Að sjálfsögðu Haukur Bragason. Býtu, eitt snýst þetta snýst innihaldsefnin. Ætlar að segja mig það að þú ætlar að borða saur? Ég er í sjokki. Haukur, ætlar að borða saur? Þetta er ekki kúkur, þetta er ís. Nei. Sem lítur út eins og kúkur. Nei. Jú. Það stendur Kúk með ísbræði. Kúk. Já, með ísbræði. Sem þýðir bara að það er búið að bragðbæta kúk. Ha? Bragðbæta? Ég skal skýta á gólfu hérna, Haukur. Og setja vaniludropa og hérna og eitthvað svona. Nei, þetta verður. Þetta er kúkur Já. sem bragðast eins og ís. Já, eins og. Já. Já. Það er ekkert kúkur við hann. Nei, nema hann lítur út eins og kúkur. Nei, hann er kúkur. Ok, er kúkur, whatever. Já, whatever. Það skiptir bara þetta máli. Alltaf segja mig, þú ert inn að liggur upp í sófa. Ertu að horfa á Survivor? Nei, ég myndi aldrei gera þetta þannig. Ertu að horfa á Survivor? Nei, þetta snýst bara það og maður með byssu við hausina. Mér langar svo í eitthvað maður, það er ekkert vegan nammi til, það var ekkert vegan bakkels. Ég veit, ég kúka bara þessi lóanamur og fæ mér smá svona ísbragð. Þú ætlar að gera það? Það skal segja. Þú áttar að á því hversu siðblindur þú ert, er það ekki? Viltu hafa kúkabragð eða ísbragð í munnum maður? Ég vill alltaf ekki hafa saurgerla. Viltu hafa kúkabragð í munnum maður? Alls ekki. Frekar en hafa ísbragð í munnum maður? Nei, ég þá ertu bara að svara spurningunum. Ég vil bara vita það að hvað ég er að borða. Stundum bara, finnum maður ekki bragð. Er ís? Já. Ef það er búið að bragð... getum ekki sagt bragðbæta. Ef það er búið að bragð versna hann. Já. Með kúkabragði. Þannig að bragð þessu kúkur. Alveg eins og Jelly Beans. Hefur ekki séð Jelly Beans spilið? Það er svona, maður gerir svona... Jú. Svo tekur maður og maður svona veit ekki hvað maður fær. En þú áttar að það sem þið getur alvöru kúkur í gangi það. Nei, en þú ætlar að borða alvöru kúka því að það er ísbragð á honum. Sjálfsögðu. Já, þú áttar að því hvað það er bilað. Herru, ég ætla að biðja útbrunna... Hvað var þetta? Útbrunni aktivism. Já. Ég ætla að biðja hana að láta okkur vita hvað er nota bene eina rétta svarið. Af því að við erum ekki sammála. Ég þykist vita að þetta sé hérna. Nei, það er ekki þessi. Ekki? Nei. Já, ég ætla að ringja hana, en ok, þá veit ég hver það er. Nafnleysið fljótt að fara þannig. Ég ætla ekki að ringja hana. Já. Ef hún vill frekar borða ís við erum bara að tala um eitt bita. Við erum bara að tala um eitt bita. Frekar en að borða bara eitthvað sem er með ísbræði, þá verð ég sjokkeraður. Ég er sjokkeraður. Ég er í sjokki, Haukur. Þú vilt borða kúk. Þú vilt borða kúk, það er það sem þú ert að segja. Hvað er kúkur samt? Úrgangur, saurgerlar, E. coli, þú veist, þetta er bara í alveg Haukur. Ef kúkur þetta er ógæst bragðast þessu ís, ég held að þetta sé til þess að hætta með þá verður þú að yfirgefa kúka fordómaðina